Frístundabændur í Grindavík ráku fé í réttur síðustu helgi. Réttað var í Þórkötlustaðarétt á sunnudag en smölun hófst á föstudag og var rekið í hólf í Litla Hamradal austan Grindavíkur. Þaðan var svo hópurinn rekinn snemma á sunnudagsmorgun að Þórkötlustöðum þar sem dregið var í dilka. Hvernig þetta búið að ganga í dag? Alveg svakalega vel. Gott veður og það er bara erfitt að reka svona í svona hita. Þetta gekk aðeins hægar svona að koma þessu. Mjög hægt, já, mjög hægt. En þetta eru svolítið sérstakir tímar. Heldur eigi eftir að fækka mikið fé hérna? Já, ég efast að eigi eftir að reka aftur hérna í þessu rétt. Efast það. Það verður bara útbúið hólf upp frá. Kindum fækka svo mikið. Útbúið hólf upp frá og dregið þar og keyrt heim. Ég held að verði þannig. Hvað er margar rollur í dag? Það eiga að koma í dilki hjá með 32 stykki. Og þau hefur aldrei verið svona væn. Aldrei verið svona væn, lömbin. Og ég er með skýringu á því. Við slepptum óvenju snemmi vor. Að fá kindurnar fyrstu náluna snýmaru. Og losna við þessa litlu svæði heim við hús sem er ekki nema smithætta. Það er bara þannig og ég hef aldrei séð lambið mín svona falleg. Það er dilkana svo. Hvað ætlar að halda mörgum og hvað ert að fara að setja í slátur? Ég var svo heppinn að ég fékk inni hjá stúlku sem er fædd á gossdaginn í Eyjum. Hún fæddar reyndar upp á landi. Og þau eru heimt að ég verði áfram. Þannig að þú ætlar að þrjóskast við? Ég sagði mjög þrjóskur. Og þau vilja hjálpa mér við þetta. En ég verð kannski með 5-6 kindur. 1 krúk kannski. Það er nú aðalega það sko. Hvað segir Björgvin? Ertu að bregða búi? Er það rétt sem ég heyri? Það er rétt, já. Ég ætla að gera það. Ég ætla allavega að taka mig hlé frá þessu í ykkur ár. Þú ætlar ekki með þær til Njarðvíkur? Nei, ég held að það er ekki gert ráð fyrir sauðfé í Njarðvík. En hvernig er þetta svona búið að ganga fyrir sig í dag? Ég held að þetta sé bara búið að ganga vel. Þetta er bara búið að ganga mjög vel. Það er frábært veður og þetta er bara eins og best fyrir ákvæmst. En þetta er svolítið öðruvísi í dag heldur en áður. Já, maður er eiginlega bara hálf meir, sko. En eru fleiri heldur það? Eru fleiri að leggja árar í bát? Það er einhverjir fleiri, en ég hef svo sem ekki, ég hef bara heyrt það svona út undan mér, en það er einhverjir sem ætla að hætta, en ég get ekki talið á upp, samt. En hvað, þú ert með eitthvað 30 skjátur eitthvað slíkt? Nei, ekki svo mikið. Í félagi erum við 2 og það eru svona 25-30 staðar á bylunni. Og hvað, er þá bara lambalæri alla sunnudaga í vetur eða? Já, það verður lambalæri í öll mál. Maður verður að njóta þess meðan maður hefur það. Þekkja menn sitt fé? Já, ég þekki afmarkinu. Hvernig er þetta búið að vera í dag? Það er bara frábært. Já, ég er bara skemmtilegur dagur í okkur. Hvort er skemmtilegur að vera í hafi eða á haga? Þetta er bara bæði sinn sjarma. Hvað ertu með margt fé? Þetta ætli sé ekki 40 lömb, 38 fullorðin með gemsum og hrútum. Og þá bara halda þessu áfram? Já, ég ætla að bæta þessi í. Já. Það er alveg ástæða til þess í dag? Já, okkur ekki. Nei, nákvæmlega. Já. Og tarður á því bara? Já, eins og ekkert af því skorist. Þetta hefur gengið ágætlega. Smalið gekk vel og niðuræksturinn gekk vel og við erum bara að fengu frábært veður í dag en veturinn var náttúrulega erfiður. Náttúrulega erfitt að vera með þetta flakkandi hingað og þangað. Ég held að við farið með þær 4 sinnum í vetur. Alltaf á sitthvort staðinn. En þetta er vonandi að sjá fyrir endan á þessu. Hvernig verður framhaldið? Já, það er góð spurning. Ég veit ekki hvað
fyrir eftir hvað móður náttúra gerir. Ef þetta verður svona áfram, ef þetta kemur upp á þægilegum stað þarna upp frá, þá erum við svo sem alveg hólknir hérna niður frá, sko. Þá hefur við meira áhyggjur af nágrönnum okkar í Vogunum, sko, en hérna, þetta verður allt í lagi, held ég. En hvað, það hefur fækkað svolítið fé. Hvað er þetta, einhverjum 600 skjátur hérna núna? Já, ég hugsa að það hafi verið svona 400 eða tæpa 500 kannski vetrarfórum. Og þá getum við kannski sagt svona sinnum 1,8. Þannig að þetta er alveg góður fjöldi sem er núna. Þetta er aðeins færri en í fyrra og verður sennilega færri næsta ári líka. Og þetta er að þegar gaman. Þetta er rosalega gaman þegar maður sko fer í þennan gír, þá er maður komin í annan heim. Ég á 2 hesta, smalaðan sko öðru en þeirra og lánaði svo einn. Og ég hérna, já. Þetta er að gefa þér alveg helling. Já, rosalega. Ég er náttúrulega orðin svolítið fullorðinn sko. En þú, menn yngjast upp við þetta? Já. Og þetta er bara góð hreyfing, þetta er holl og góð útivera. Já, ég er nú komin á þann aldur sko að þegar ég var búinn að setja hestinn í 2 klukkutíma þá komst ég alltaf af baki. Já, þetta er rosalega gaman. Já, takk ég þetta. Þetta er ekkert auðvelt, þið eru með einhverja stofnanir sem eru með ykkur bara undir snjósjónni. Já. Matvælastofnun er náttúrulega að fylgjast vel með okkur og við bara reynum að vanda okkur og við erum einhver dýranýðingar, sko. Ef steðjar hætta fénum þá förum við með það er ekki spurning. En finnst ykkur vera skilningur á því sem þið eru að gera? Nei, alls ekki, sko. Hvorki hjá þeim né almannavörnum, sko. Og eins og þessu svæði hérna, þar sem við erum núna, sko, ég á nú hérna bæ hérna aðeins neðar, sko. Það er allt ósprungið hér og allt heilt, sko, þannig að maður skilur þetta nú ekki alveg af hverju við megum ekki vera hér, sko. Þannig að... Þú ert búinn að vera í félagi við annan sem ætlar að segja staðanumið, en þú ætlar að halda áfram. Já. Bjarki ætlar að bregða búið núna og svo kannski kemur hann bara öflugur inn þegar jarðhræringum linnir og við erum búin að vera, sko, það eru búin að vera kindur á mínum bæ samfleytt í hátt í 100 ár, þannig að það væri alveg synd að hætta því núna, sko. Þannig að það er svo rosalega mikil hefð fyrir þessu hér á þessu svæði, sko. Hvað er þetta að gefa þér? Þetta gefur okkur bara ánægju, sko. Annað en hérna eitthvað gott á grillið? Já, gott á grillið og ánægju og mikla vinnu. Það er ekki það að mann er vant ykkur að vinna, sko, en þetta er bara gaman að þessu og halda í hefðina. Lífstíll.